Halló, halló. Veðurfréttirnar í dag. Yndislegt sumarveður. Ég bæjarfólkið barst í jann og blíður á manni vel, því að þannig þegar skipta mann sér. Og ég geng hér og gæti þess að gangi allt yfir, en að lifa í friði langar jú alla til. En að lifa í friði langar jú alla til. Í kannan góðbjörn sem bjóði bestu lögin, og í þessa lög og okkar lögur var. Engum sæmir að svíkja öllum sjóma stundabenn, annars vilja menn bara lifa og leiki sér. Annars vilja menn bara lifa og leiki sér. Herra bæjarfógeti, þetta gengur ekki lengur. Nei, það er víst ekki. Hvað er það annars sem gengur ekki lengur? Ræningjarnir komu til mín í nótt og rændu. Það þykir mér leitt að heyra. Já, það er alveg ófært. Já, það er alveg satt. Tókuðu þið líka eitthvað? Já, þeir tóku 4 svínslæri, 2 nautastekur og pilsur og bauta og pulsur. Þetta eru slæma fréttir á slíkum góðviðrisdegi. Eitthvað var bræðs að taka. Já, alveg rétt. Ég skal skrifa það hjá mér í bókina. Það verður að taka ræningjarna fasta, strax. Svona. Þetta verður alltaf komið í réttri röð. Fyrst á að skrifa niður, síðan á að hugsa málið vandlega. Það voru búið að taka þessa ræningja fasta fyrir löngu. Heyrðu mig nú, kæri pilsugerðar maður. Hefur þú nokkuð tímann tekið menn fasta sem eiga ljón? Nei, en ég er ekki bæjarfógeti. Ég verð heldur ekki bæjarfógeti þegar ljónið er búið að éta mig. Nei, afsakaðu herra Bastian, mér hefði ekki dottið það í hug. Það er líka ákaflega óheppilegt að taka nokkuð fastan í dag. Eins og þú líklega veist er kardemónudagurinn í dag og ég þarf í ýmsu að snúast. Já, ég vildi nú bara láta þig vita af þessu. Já, og ég skal strax og alveg á stundinni fara að hugsa á málið. Ég skal meira segja íhuga þetta á minni gengi hérna niður götuna. Hvað erum við að vera hér? Það er sebrahesturinn Síliusar sem hefst ekki úr sporanum. Já, hafið þið nokkuð séð annað eins? Sebrahestur alveg ramstaður, fæst ekki til að þoka sér eitt einasta skref. Þú stöðvar þetta umferð, kæri herra Sílius. Já, víst ger ég það, en hvað ætlum bara aðeins að taka þegar jálkurinn fæst ekki til að hreyfa sig? Ertu með þungt glas? Nei, bara nokkru tóma kartöflupoka. Við erum að hjálpa þér að ýta á dýrið. Við komum hérna og... Þetta var skrítið. Já, en svona er þetta. Hérna getur hann staðið allan daginn í dag og líka morgun. Já, það skiptir ekki allt skoðun. Það er líka ákaflega óhentugt að hann skuli standa hérna einmitt í dag. Því eins og líklega veist, Sílius, er kardemónudagur í dag. Við þarfum ýmsu að snúast. Já, verra getur það nú varla verið. Þarna kemur Tóbías gamli, kannski kann hann einhver ráð. Fyrirgefðu herra Tóbías, en nú verður þú að gefa okkur gott ráð. Hér stöndum við, þarna stendur sebrahesturinn sem hefst ekki úr sporanum. Og þarna stendur sporvagnur okkar sem kemst ekki leiða sinna. Og þarna stendur bæjarfógeti. Hvað ætlum bræðs að taka? Þú vildi kannski vera svo einn og taka vagninu frá? Það er ekkert gagn í því. Já. Svo herra Sílius, dregur vagninu upp á hliðina á sebrahestinum. Og svo tökum við bara allir hér og lyftum asnanum upp í vagnin. 1, 2 og 3. Og þá er svo allir listur. Og nú herra Sílius, tekur þú í kjálkana og dregur sebrahestin inn. Þetta gerir sebrahestinn óþægan. Þessi Tóbías kann bókstaflega ráða öllu. Frá og upp á stað. Stola
Joel, hann spilar á harmoníku. Hann ætlar að reyna að koma fram við hátíðarhöldin, kannski bara heyra til hans þá. Af hverju ekki? Það er leitt að heyra. En getur ekki laumast út án þess að Soffía frænka sjái? Ég geti hjálpað að laumast út um gluggann. Nei, þá verðum við að finna annar ráð. Kamilla, ég veit. Ég ætla að fara til Tóbías gamla í turninum. Honum gætur áreiðanlega gott ráð í hug. Já, ég held það. Ég kem bráðum aftur. Tóbías, halló. Nú ert þetta þú, Tommi minn? Já, ég þarf að tala aðeins við þig. Nú? Kamilla fær ekki leyfi frá Soffíu frænku að vera við hátíðarhöldin. Finnst þér það ekki sorglegt? Því það er sannarlega sorglegt. Hún segir að hátíðarhaldarskemmtanir séu ekki fyrir litla telpur. Já, það er ein sem sé Soffía frænka. Hún er sko ekki lampið að leika sig við. Heyrðu, Tommi, við verðum að reyna að hjálpa henni Kamillu litlu. Já, það verðum við að gera. Við verðum að finna eitthvað sem getur búið Soffíu frænka hátíðina. Það er ágætt ráð. Já, það er ágætt ráð en erfitt framkvæmda því hver heldur að þú að bjóða Soffíu frænka hátíðina? Þeir eru víst ekki margir. Nei, það er áreiðanlega ekki. En nú er ég á að finna hann rétta. Já, nú er ég á því. Tommi, ætli ég verð ekki bara að reyna það? Jú, þú er einmitt svo rétti. Heyrðu, þú verður að bíða þess að verða að taka mig svolítið til. Jæja, þá förum við. Ætli það sé ekki best að þú standir dálítið neðar í götunni? Jú, það er víst best að hún sjá ekki fleiri. Hver þar? Það er nú bara ég. Nú, ertu bara þú, Tóbías? Já, það er bara ég kom til að bjóða þér á hátíðina, já, þú veist. Nei, takk.
Ég ætla ekki að hann kardináluhátíð. Auk þess get ég ekki. Ég verð að vera heima og passa hana Kamillu litlu. Þú getur bara tekið hana Kamillu litlu með. Nei, það get ég ekki. Hún er allt of lítil til að fara svona skemmtanir. Hún er alveg verið stór. Þetta er líka barna- og fjölskylduskemmtun. Einmitt. Er það svo? Þá skal ég fara með. Það var ágætt. Það er ekki hugsun. Það er hvað samkvæmt að verður. Kamilla, þú neðist til að koma á skemmtununa. Og Sussubann, farðu upp á þvöðir. Herra Tóblas, við komum eftir augnablik. Þakka þér kærlega fyrir. Góðan daginn, Kamilla litla. Já, þá förum við og sjáum til hann. Nei, hann er Tommi. Ertu á leiðin á hátíðina? Já, ég var einmitt á leiðinni þangað. Þú vildi kannski vera samferða fyrir að hjartanlega velkomin. Er það ekki, Sofía? Ætli það ekki? Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin á þessa miklu barna- og fjölskylduhátíð. Fyrst ætlum við að hlýða okkur ástkæra kardamómusöng. Og þá verða allir að syngja með því það er svo gaman. Okkur er ekkert annað en sirkusatriði. Gjörðu svo vel. Nokkuð leiðilegt hefur komið fyrir. Söngkonan okkar sem átti að syngja er orðin svo hás að hún kemur ekki upp nokkrum tón. Getur þú ekki sungið svolítið fyrir okkur í staðinn? Nei. Og gerðu það nú, kæra okkur Sofía, það væri svo gaman. Ég kann bara eitt kvæði og þá ekki hér. Ó, jú víst, hér er öll kvæði við. Gerðu það nú fyrir okkur að taka þátt í þessu með okkur. Það væri svo gaman. Gaman. Þá skal ég syngja. En hvað á ekki við hér, en það er bara best fyrir ykkur.
flytja fyrir okkur svolítið ljóð. Hún segir sjálf að eigi ekki við hér, en ég er viss að það sé ekki rétt. Gjörðu svo vel, ungfrú Soffía. Já, þessum segja, fyllja skræmi og sorg. Takk fyrir líta kartum hér í Karlinn og við borg. En væru allir eins og ég, þá yrði betra hér. Og virðist ekki lífið ljúft, að læra neitt á mér. Og bæjarfólkið Bastían, hann brosir öllu við, þótt hafi varla hennar við að hafa slíkan
það er annars dálítið leiðinlegt við fáum aldrei að taka þátt í svona skemmtunum og þess háttar. Já, það er leiðilegt. Þú fólki farið sjálfsagt eitthvað gott að borða líka. Okkur líður ágætlega. Það er líka nokkuð annað sem er svolítið leiðilegt. Og það er við skulum aldrei fá að fara með sporvagninu. Það er alveg heldur ekki skemmtilegt. Jú, það er áræðanlega skemmtilegt. Jónatan, mér dettur aldrei í hug. Segðu það, fljótur. Sjáum til. Hér erum við og þarna inni í listigarðinum er vagnstjórinn. Og þarna stendur sporvagnin einn og yfirgefinn. Já, ég skil hvort við. Við rænum Listigarðinum. Nei, sporvagninum. Já, strákar, við gerum það. Komdu, Kasper. Haldið við komum á stað. Já, við ítum bara takka og snúum öllu sem hægt er að snúa. Við hlýtum að fyrir gang. Já, mér þótti reyndar ekki mikið til Sönsi sem að Sofíu koma hérna, en annars hefur þetta verið... En Sönsen, hvað er það sporvagninu? Sporvagninu? Ég skildi sporvagnin eftir í ráðan, en nú er hann horfinn. Herra bæjarfógeti, það er búið að stela sporvagninu. Nei, það getur alls ekki verið. Jú víst, hann stóð hana og þú sér það sjálfur. Nú stendur nettið hana. Þetta er undarlegt. Já, það má nú segja. Það er líka ákaflega óheppilegt að hann skuli hverfa einmitt í dag. Ég hef svo mikið að gera. En jæja, ég skal skrifa það hjá mér í bókina. Kartöfluhátíðin er skemmtilegast hátíð í heiminum. Sporvagnin er horfinn. Hvað þá? Sporvagnin? Allur sporvagnin? Já, allur sporvagnin. Það er nú undarlegt. En hvernig er það? Getur sporvagnin ferða sem ekki eru teilir? Nei, það getur hann alls ekki. Já, þá hlýtur sporvagnin að vera á milli torgsins og borgarhreiðsins. Já, þá Já, það hlýtur að vera. Já, þá hljóttu að finna hann aftur. Allir af stað í nafni laganna. Við höfum fundið sporvagnin okkar aftur. Og þá getur kartöfluhátíðin haldið áfram. Ég er
ekki hægt að finna nokkuð skapaðan hlut í þessu húsi. Sokkarnir mínir eru týndir og verða týndir. Ljónið hefur áreiðanlega étið þá. Því finnst nefnilega góðir sokkar. Alltaf verða sama saga. Ef eitthvað er þá er það alltaf ljónum að kenna. Mér fannst það minnstakosti óviðandi þegar ljónið beit með stóru tannaðan einu sinni. Það er leitt að missa stóru tá. Það gerir ekkert til. Því þegar þú ert í stígvélum, þá sér það enginn. Ljónið er bara ekki eins og á að vera. Ég skal segja ykkur það. Ljónið er algagnlegasta húsdýr sem við höfum nokkuð tímann haft. Enginn þorrar að koma og taka ykkur fasta í húsinu þegar það er hér. Það veit ég líka alveg ósköp vel. En það er bara ekkert gaman að láta geta sig. Ekki þannig að maður sé að litlu leyti. Það vildi bara svo óheppilega til að ljónið verði sérstaklega svongt þennan dag. Og það er ekki gaman að vera svangur á við. Vera minnst, ef við ekki að fara að fá okkur eitthvað að borða. Nú komur nótt og við ekki endurvarnar bara miðdegismat. Og veistu hvernig stendur á því? Það er því að enginn vill búa til matinn. Mér finnst að Jónatan að það gera. Hann gerir aldrei neitt. Erum að gagn í því að vera reyningum og þar svo alltaf að vera að gera eitthvað. Annars bjóðum við til matinn í gær. Jæja, það býðast betið matinn í dag. Það finnst mér alveg ákaflega óréttlátt. Ég er búin að mikið minna en þið tveir til samans. Ég býð ekki til matinn. Þá fáum við enga mat. Það finnst mér slæm. Alltaf er það sama saga. Enginn vill taka til og enginn gera það. Enginn vill búa til matinn og enginn gera það heldur. Ég er með hugmynd. Hvað er verið á kvenmann í húsverki? Já, duglega ráðskonu. Þá þurftum við aldrei að gera neitt sjálfur. Já, einmitt. En það vil sjálfsagt enginn vera hérna hjá okkur. Nei. En hvað við rænum henni? Ég er með frábæra hugmynd. En hvað við rænum henni? Já, rænt henni. Það er góð hugmynd. En hún verður að vera dugleg við að hirða svín og ljón. Og hún verður að vera duglega að halda öll í röð og reglu. Ég held ég veit með henni. Hver er það? Segðu það, fljótur. Við rænum Sofíu frænku. Því ég heyrt að hún sé afskaplega dugleg við að búa til mat og halda öllu í röð og reglu. Já, það er ágætt hugmynd. En hún er alltaf svo reið. Reið. Við ræningetunum varla hræddir við eina kvennslíft. En það er annars sem þetta er í hug. Hvernig eigum við að fara að því að ræna? Það verður enginn hagaleikur. Það er engin vandi. Við gerum það strax í nótt. Við læðumst inn í bæinn, inn í húsindilnar og rænum henni með hún sefum. En ef hún vaknar? Hún vaknar ekki. Það var það ákveðið. Við læðumst hægt og hljótt á dán í hvert sinn sem við rænum. Í hvert persónu skal ná því nógu starf í bænum. Og hafa skaman fæði fínt og finna allt sem nú er fínt. Já, allir að læra að vita það, menn ætla kannski að Jesper og Jónatan. Nú skal hún leika við því ljónið má þig saka. Hún skal leika geta kjöt og kökur fína baka. Og busta okkar skást og smá og skaffi heldur brennin á. Já, allir að læra að vita það, menn ætla kannski að Jesper og Jónatan. Það er hér. Hér býr Sofía frænka. Já, ég sé það. Hún sefur hann inni. Í hengirúmi. Það er alveg ágætt. Það tökum það bara eins og leggur sig með hana innanborðs. Og Jónatan, þú býr hér. Ég bý hér.
Svona verð ekki inn í veginu fyrir okkur. En þú sögðu mér að bíða hér. Æ, hættu að rífa svona fyrir hans okkar að hann ykkur vaknar. Hérna, haltu á þessu. Ég skal lýsa ykkur leiðina heim. Svona, strákar, drífið ykkur nú. Ekki svona rætt, strákar. Uss. En þið verða að hægja á ykkur. Þetta tókst! Við erum sannkallaðir snillingar. Það verður spennandi þegar hún vaknar. Kasper, slökktu á lyktinni. Góð nótt. Góða nótt. Skárra er það nú draslið. Hver býr í þessum hraustla kofa? Ungfrú Sofía, við búum hér. Já, eru það þið sem búið hér? Ég hefði mátt vita það. Gangið inn fram og heilsið þið kurteislega. Við verðum víst að gera það. Ég heiti Kasper. Heilsaðu svolítið kurteislegar. Ég svara bara eins og mér sýnist. Þú átt aldrei að svara konu á þennan hátt. Ég svara bara eins og mér sýnist. Næsti! Ég heiti Jesper. Já, þetta var nú betra. Já, og ég heiti Jónatan. Er það þú sem heiti Jónatan? Komdu inn aðeins nær og leiði mér svo eyrun á þér. Það er mín eigin eyru. Já, ég sé það. Ó, svei, þau eru kolsvört. Það eru mörg ár síðan þau þegir meirinn. Jónatan þvær sér meirum þegar honum sýnist. Já, það leynir sér nú ekki. Og hvernig og hvers vegna er ég komin í þetta hús? Ég skal segja þér það, ungfrú Sofía. Við höfum rætt yfir. Einmitt. Og það finnst ykkur fallega gert. Fallega eða ekki fallega, þannig er maður með vexti og okkur vantar kvenmenn í húsverkið. Eitthvað til að halda öll í rauða reglu. Og eitthvað sem getur búið eitthvað mat og það verður. Já, og hvað hafið þið hugsað ykkur að gera sjálfir? Við gerum bara nákvæmlega það sem okkur sýnist. Já, gerið þið það? Já, það gerum við. Þetta er eins og svínastía. Nei, svínastíðan er hinum í húsinu. Já, og hvað eru mörg svín þar? Við eigum bara eitt svín. Eitt þar og 3 hér. Það verða 4 hér. Hvað á hún eiginlega við? Hún á við okkur. Já, ég sagði það líka á væri skapið. Þú, sem er Jesper, komdu hingað. Sérðu allt drastið sem flýtur út um allt? Ég sé bara nákvæmlega sem að ég vil sjá. Ágætt. Nú átt þú að taka öll fötin og ruslið sem flýtur út um allt. Og það sem Kasper á, það leggur þú hér. Það sem Jónatan á, það leggur þú hér. Og þitt eigin dót, það leggur þú hér. Ég get ekki tekið til. Þú átt að læra það. Af hverju getur Jónatan ekki tekið til? Því hann á að gera annað. Jónatan, komdu hingað. Ég þarf bara að fara eins. Nei, þú verður kyrr hér. Þú tekur saman alla, bolla og diska og hnífa og skeilar og þú þværð upp. Af hverju getur Kasper ekki gert það? Því Kasper á að gera annað. Ég ger bara nákvæmlega það sem mér sýnist. Jú, þú átt að höggva við og kveikja upp í og sjóða vatn í uppbútinn handa Jónatani. Hann þarf ekki heitt vatn í uppþóttir. Jú, það þarf það. Og svo eftir hittum þú meira vatn sem við notum til annars. Já, þessum svei, við þurfa þetta rót. Í hverju skoti skúring og skrann og slótt og. En Jesper skal nú skíkið og skrappa og róða. Og hann á fína sveipa og
getur ekki setið við matarborðið eins og þú ert útlit. Það er eins gott að ég sé ekki Dóri. Já, leiðu mér að sjá hendurnar á þér. Já, Svein. Og leiðu mér að sjá hansina þér. Já, datt mér ekki í hug. Gjörðu svo vel að þvó þér. Jónatan, ætlar ekki bara að þvo þér? Jú, ég er að því. Já, en þú, Kasper? Ég get mikið treyja af brénu. Já, þetta líka með betur. Nú sér þú ykkur fyrir skipt. Og svo farðu á stígvélum og sokkum og þið þvoðu ykkur fæturnar á meðan ég bý til matinn. Við þurfum þó að þrífa okkur fæturnar þegar sitja við matarborðið. Allir frákvæmdarskömm og verð ekki fyrir hér. Þetta er nú að vitleysa sem við höfum nokkuð tíma rætt. Já, ég sagði það líka, hún væri stabíl. Við getum kannski beðið um að gjöra svo vel að vera heim. Já, við getum vel gert það. Já, en annarkur ykkur það sem þetta gera það, því að ég þurfa það ekki. Ok, ég skal gera það. Nú, vantaði meira vatn? Nei, alls ekki. Ég er bara að segja þetta alveg þig. Nú, Já, ungfrú Sofía, viltu gjöra svo vel að vera heim aftur? nei, úr því nú hingað komin, þá vil ég vera hér. Já, einmitt það. Ég get ekki verið alvara. Jú, mér er alvara. Nei, hvert er lofandi? Það kom ykkur út frá. Fyrir þrír, með stafi og prik. Þetta er bæjarfólkinn og 2 með honum. Fáum fyrir ferðina. En kannski er þetta komin til að ná í Sofíu frænku. Þegar það eflust að taka okkur fasta líka. Ég spyr, hvert er Jóni til vonur og varar? Opnið í nafni lagana! Hvað lætir þetta? Ó, ungfrú Sofía, það er sannarlega gott að þið fundið þig. Jæja, Við erum bara að bjarga þér að tóka ræningjarna. nú, hvít á það. Vegna þess að ræningjarnir hafa rætt þér. En nú getur við óhætt komið okkur aftur heim. Nei, ég vil heldur vera hér. Mér líka vel. Mér finnst ágætt að geta skeitt skapið minni á þetta. Er alvara? Já, mér er alvara. En ljónið, þetta stórhættulega ljónum, frú Sofía. Það er ekkert hættulegt. Við verðum að mista kost að taka ræningjarna fasta. Nei, það er ekki að taka neitt fasta. Ég skal sjá til þess að ræningjarnir bætir á sig þegar bæði fókiti. Býðir þið bara við. Þau skula rækta þér um hring og láta hendur standa fram úr rönnum. Þau skula rækta grænmetið og kartöflumfræ og verða heila leiðmenn. Þá höfum við ekkert meira að gera hér. Nei, eiginlega ekki. Verið þið sæl. Sælir. Hún vill ekki fara heim. Það verður sann. Heyrðu þetta? Heyrðu þið það sem hún sagði? Ég skal láta það rækta hér í kring. Heyrðu þið það? Grænmeti og kardímúmufræ. Hún heldur víst að hún geti... En hún bjargaði okkur samt frá því að lenda í fangelsi. Ég myndi miklu frekar vilja verið fangelsarinn hér í húsinu með henni. Já, eitthvað verður við til brans að taka. Ég held að mér hefur dottið ráð í hug. Kasper, Jón fann mér ráð. Hvað ráð? Hlust vera. Í nótt, þegar ungfrú Sofía er sofnuð, þá rænum við aftur og skilum henni heim til sín. Ég er með frábæra hugmynd. Í nótt, þegar Sofía frænka er sofnuð, þá rænum við aftur og skilum henni heim til sín. Það er frábær hugmynd. Kasper, þú ert sannkallaður snillingur. Ó, já.
Mér líður eins og sé einhver að horfa á mig. Gekk þetta vel? Allt samkvæmt áætlun. Soffía frænka er komin á sín stað. Það vaknaði enginn. Nú lékum við á hana. Já, nú lékum við á hana. Húrra! Við halda smunum heim og leið og hana funa ljúka. Frelsið unni fagnar heim, við bankar hann og hljóka. Því vatn skal ekki nefna, við búa kringi. Við höfum oss að reyna og við kannum leiðast með jómana. Hvaða leyndarmál er nú það? Tóbíasgamli er 75 ára í dag. Nei, getur það verið að Tóbías sé orðinn 75 ára? Jú, hann hefur sagt mér það sjálfur. Hann sagði, á morgun verð ég gamall maður, því þá var ég 75 ára, sagði hann. Og á morgun í gær, það er í dag, er það ekki? Jú, það hlýtur að vera. En þá verðum við að gera eitthvað til hátíðarbrigða. Við verðum að gefa honum eitthvað. Já, og síðan verðum við að halda ræðu. Við þyrftum eiginlega líka að búa til kvæði. Soffía! En frú Soffía, ert þú hér? Ég held að... Ég er það sem ég er. Já, það er alveg rétt. Tóbías gamli verður 75 ára í dag. Nú, er hann ekki eldri? Tóbías gamli er ákaflega indæll maður. Skára margir aðrir. Við ættum að gefa honum eitthvað. Það er einmitt það sem við erum að tala um. Spurningin er bara svo, hvað erum við að gefa honum? Það var ágæðan fyrir hann að fá vekjaraklukku, þá gæti hann tilkynnt veðurhorfinu fyrir á daginn. Hann ætti heldur að fá eitthvað skemmtilegra, eitthvað sem getur orðið honum til varanlega gleði. Við getum gefa honum sebrahest. Það þyrfti hann ekki að ganga svo mikið. Ég held að það er of erfitt að koma sebrahestinum upp og niður allar tröppunar í turninum. Eða kannski eitthvað minna dýr, eitthvað dýr sem hann getur talað við. Þá er hann ekki eins einmannana upp í turninum. Það er nokkuð góð hugmynd. Ef dýrasalinn er búin að opna, þá getum við farið strax til hans og sé hvað hann er með í búðinni. Ágætt hugmynd, já það er ágætt hugmynd. Og ef til vill getur Síversen vagnstjóri samið afmælskvæði í tilefni dagsins.
Allir þurfa að leggja fram sín skegg. Já, allir. Kom nú og sjáum hvað við finnum með dýrasalunum. Já, þetta er sannkallaður góðviðrisdagur. En hvernig stendur hann um þessum flöggum? Ekki páskar og ekki hvítasunna. Og kardamommaháttíð var haldin alveg nýlega. Jú, mér heyrist þið líka heyra hljóðfarsnafn. Að mér hýlum og lifandi. Kæri Tóbías, þú ert besti og vitrasti maðurinn í öllum Kardamommu bæ. Þess vegna höfum við keypt handa þér góða gjöf. Hún er frá okkur öllum og það er páfagaukur. Þeir mun áreiðanlega falla vel við hann. Þetta er alveg einstakur fugl hérna, Tóbías, því get ég svarið. Hann getur talað og hann getur sungið og ef þú hlustar vel ofan frá turnum þínum heyrir þú að hann sanni vísu sig fyrir þig. Já, hvað segirðu, Polly? Viltu ekki sýna herra Tóbías hver þú ert og hvaðan þú ert? Sjá, ég er biskupfugl frá Vestur-Indíum. Það var ég borin fyrir löngu vinir. En mánu spurði ég þá og þá var hún með gamla spá. Ég myndi síðan læra eins og hinir. Og tala, geta tralala og tralala. En Tóbías spyr mig hvaðan ertu hann. Og svara ég það vita allir því ég er biskupfugl frá Vestur-Indíum. Hvað sagði ég? Ég er einstakur fugl. Ég vona að verði góður félagsskapur, herra Tóbías. Kæru vinir mínir, ég er svo glaður að mér langar mest að gráta. Ég hef alltaf óskað mér páfagauk sem ég gæti tala við og núna hefur óskið mér ræst. Þakka ykkur öllum kærlega fyrir. Og nú ætlum við að syngja nýjan húrrasöng sem hefur verið saminn þér til heiðurs á þessum merkistegi. Og nú tökum við öll undir og syngjum því það þykir Tóbías gaman. Nú tökum við 10 mínútna hlé í Kardamommubænum og já, það er 10 mínútna hlé. Velkomin aftur til Kardamommubæjar. Við þökkum kærlega fyrir allan stuðninginn og vonum að hléð hafi verið notað vel. Nú höldum við áfram með sýninguna Njótið og enn og aftur biðjum við allan að slökkva sínum
Símum og passum á litlu ræningjar í salnum svo hægt sé að njóta í frið og ró. Nú hún í vonduskapi innan. Það sé ekki bara svart. Gefðu það bara svolítið af pulsunum sem eftir. Já, það bara eitthvað pulsur eftir. Enga pulsur eftir? Nei, Jónatan búinn að borða það. Það getur svo sem vel verið. Gefðu það bara svolítið af svínafleskjum sem hangir í pokanum í rárinu. Það ekkert svínaflesk í pokanum. Ekkert svínaflesk? Nei, Jónatan búinn að borða það líka. Það svo, Jónatan? Já, það getur líka svo sem vel verið. Þegar sultin alveg að drepa mann. Ég finn ekkert brauð. Áttu við að það sé ekkert brauðmeti til í öllu húsinu? Já, ég skil það. Það var leitt. Mér langaði svo ótrúlega mikið í brauð. Það eru því kartöflur í kjallaranum. Kartöflur ekkert brauð. Nei, það víst alveg rétt. Ekkert jafnastóri brauð. Þá verður þið bara að fara út að ræna þeim allt. Já, það verður við sko að gera. Já, það kemur sér einmitt vel. Okkur vantar einmitt svona sitt af hverju. Fyrst förum við til bakarans. Húrra fyrir bakaranum! Því næst til pilsveikaramansins. Húrra fyrir pilsveikarmanninu! Og svo til Bergs kaupmanns. Húrra fyrir Berg! Og húrra fyrir honum líka! Við hægum hægt laut og gíl og leyndar þræðum götu. Á hægum setti hættur einn en hinir bera fötu. Að ræna bestu borgarhótt í læri svo allir öll. Það tökum við aldrei og meðan akkur í kaffi. Nei, Jónatan. Það gesta, þurfum líka jólamat og limur það besta. Svo byrjum steikið tugur og þrjóðrungur og svo ringur og þá tökum við aldrei og meðan akkur í kaffi. Nei, Jónatan. Bara líkið tökur, það svona þess að kópa og náli við á kökur. Svo ég kannski Jónatan að jóla kökur bláenna. Þá tökum við aldrei og beða hann og við kaffi. Nei, Jónatan. Hvað voru þið að koma? Við fórum út á sléttuna og sá ég hálft skrítið gamalt hús. Hver ætli búið þarna, hugsaði ég. Svo læddust þau heim á húsinu og gæðist þau með mjög óhreina glugga. Og hvað svo? Þá sáum við ljón, brjálar af hungri. Þetta hefur verið ræningjahúsið. Svo gæðist þau mann á glugga og þá sagði ræningjarna 3. Einn hét Kasper, annar Jesper og svo þriðji hét Jónatan. Hvað voru ræningjarnir að gera? Þeir voru fyrst að leita að einhverjum. Þeir voru allt á öðrum endanum þarna inni. Og þá sagði sá sem hét Kasper. Ég finn ekkert brauð. Það örygg tunnulegt brauð, sagði sá sem hét Jónatan. Hvað sagði Kasper þá? Við verðum að fara út og ræna í nótt. Fyrst förum við til bakarans.
Við felum okkur bara í bakarínu. Svo tökum við á fasta. Þegar við búinir að taka á fasta, þá færum við bæjarmálbítarna á. En ef ekki frekar að taka á fasta hjá pilsigerðarmanninu? Við handum þau hér, því hér komum við fyrst. En væri það samt ekki hendur ef bæjarfólkið væri með okkur? Það er óþarfi. Við erum 3 og ræningjarnir 3. 1 handa hverjum okkar. Og þú bergkaupmaður, þú tekur hann stærsta. Ég tek hann í miðinni og bakar það minnsta. Góð. Gott og vel. Þetta tilbúinir? Þá felum okkur í bakarinn. Og þið verða að fræði. En þá vorum við sem komum upp með þá. Það er alveg svona. Þið verða að fræði máta. Í þetta getur ræðilegt. Þetta finnst mér vera mikið óréttlæti. Passa að veikja ekki bakara. Við megum ekki hafa of hátt. Nei, nú vorum við aldeilis heppnir. Því bakarinn gleymdi að læsa hjá sér. Þá göngum við bara beint inn. Gætu þið sagt að hafa ekki of hátt. Já, sagði þið það ekki líka? Við hefðum að taka ljónið við okkur. Þetta er nú sveinar sorglegt. Því núna hefðu getað láta okkur líða svo vel. Gefistu af fúsum og frjálsum vilja. Eigum við að gera það svona? Ætli við séum ekki til neittir? Nú, ég ætla að gefa þetta upp. Ef þú mátt taka nokkra pipakökur með mér. Jæja, taktu þá 3 til. Ó, þetta er fyrir. Bakari, áttu nokkuð kaffi? Það verður að vera langur. Ég skal athuga. Ansans óhefni. Það skildu koma hingað akkurat í dag. Já, það var Kasper sem... Það varst þú sem að klára þess brauðmeti í húsinu. Hér er kall. Gott, kom með að hjálpa mér að binda á saman. Ekki skilja af hverju að vera að binda þetta. Svo þið strjúki ekki á lið.
saman með Kaðalín. Það er rétt aðtöð. Það er meiri vísleysa en það byrja bara. Herðu, ég veit hvað við gerum svo ræningarnir get ekki strokið. Ég bind bara ykkur við Kaðalín. Ég bind einn fyrir framan og hinn fyrir aftan. Þá bara geta nefnilega alls ekki strokið. Ágætt hjálpbakari. Nú skaltu binda mig fasta í Kaðalín. Og að stað á lögreglustöðina! Það er ræningur það. Bæjarfógeti, komdu nú til okkar. Hver fyrir þar? Það eru ræningarnir 3. Hvað þá? Hvað viljið þið hingað? Það er bakan sem er að dyrum, herra bæjarfógeti. Við höfum nefnilega fundið ræningjana. Já, það getur nú ekki verið rétt. Jú, víst, komdu bara út þá getur séð fyrir þig sjálfum. Hér eru ræningarnir 3. Já, mér sýnist nú vera 5. Þeir eru bara 3, herra Bastian. Hinn eru pylsugerðarmaður og bergkaupmaður. Já, einmitt, nú segir það. Góðan daginn, bergkaupmaður og góðan daginn, pylsugerðarmaður. Eða ætti ég að segja góða nótt, því það er nótt núna. Já, gjörðu svo vel að koma inn og hérna takið af okkur. Já, Kaðalín á ég við. Ég ætla inn að sækja yfirheyrslu bókina. Jæja, þið eru ræningarnir 3, er ekki svo? Einmitt, ég verð að skrifa það niður. Og hvað heitir þið? Kasper. Jesper. Og ég heiti Jónatan. Einmitt. Og hvað hafið þið gert af ykkur í nótt? Já, það var bara sko, við ákveðum að taka smá kvöldgöngu bara, já, kvöldgöngu. Og svo var bara svo kalt, alveg bara að frosna á hausnum sko. Og þá ákveðum við að bakarinn hefði mögulega verið bara að baka brauð. Og þá væri að sjálfsögðu mjög hlýtt bara hjá honum. Hann ákveðum að fara bara til hans og ylja okkur svo litið. Já, það getur nú ekki kallað snjósennilegt. Já, en það bara er ekki satt sem ég segja. Því ræningarnir komu til að ræna í nótt. Og þessi stóri þarna var búinn að stíka 4 helgötisbrauð, 3 franskbrauðum og 1 köku ofan í pokann sinn. Það var ekki gott. Hverju vilt þú svara því? Það var eiginlega bara svolítið óhapp. Sko, þegar við komum okkar, þá er bara mjög dimmt, maður bara sér ekki neitt. Svo er ég þarna, bara haldandi á pokanum þarna í einni hendinni og hann bara opinn að sjálfsögðu. Svo kemur þarna einn bara rækst út í vegginn og dettur bara þetta brauð og franskbrauð og kökuna bara ofan í pokann minn. Já, það getur nú heldur ekki kallað snjósennilegt. Já, en það bara er ekki satt sem ég segja. Því heilkvöldisbrauð og franskbrauð eru bara alls ekki í sömu hillunni. Já, það var nú verra. Þið hafið þá farið til bakarans og stólið brauði í nótt. Já, það. Heyrðu, þetta var ég að skrifa. Já, hérna. já. Já.
Þessi þarna mun fullan munnin af piparkökum þegar við handum honum. Er það satt? Já, honum finnst piparkökur nefnilega bara svo ótrúlega góðar. Já, þykir góðar piparkökur. Tókuð þið nokkuð eitthvað fleira? Það getur vel verið með eitthvað í vösunum. Já, það verður nú fínt að athuga það, bergkaupmaður. Ég er ekki með neitt. Ekki ég heldur. Já, ekki nema 3 piparkökur sem að mér voru gefnar. Sjáðu hér. Bæjarstjóri. Súkkulaði. Einmitt, mjólkursúkkulaði. Já, sko, það er ekki handa mér. Hvað þá? Handa hverju þá? Það er handa ljóninu mínu. Hvað þá? Mjólkursúkkulaði handa ljóninu? Já, því þykir mjólkursúkkulaði svo óbóðslega gott. Það er albesta sem það fær. Jæja, það er gott að vera góð við dýrin. En það er ljótt að stela. Já, ég veit sko, en ég ætla að borga. En svo komu þau bara og stukku fram allt í einu og svo skyndilega að ég hafði ekki tíma. Já, nóg þetta. En þið hafið oft komið hingað til bæja og reynt að stela. Og það er þessuna sem ég verð að taka ykkur fasta í laganna nafnið. Þið skuluð sitja í fangelsi í 48 daga. 48 daga? Það er langur tíminn. Já, en þið skuluð fá gott herbyggi. Er hlýtt það? Já, vel hlýtt. Fáum við að borða? Já, 3 máltíðir á dag. Já, þá er þetta bara alltaf læg. Jæja, verður að setja Guði. Við erum vist fara heim. Já, góða nótt og takk fyrir ræningjana. Það var svo sem ekki að þakka. Verið sælir og góða nótt. Góða nótt. Við gerum það með glöðu geði. Hann annars löngum um kvöldin
Herra Bastian, það er bara eitt sem ég er búinn að vera að hugsa mjög mikið og sérstaklega núna undanfarið og meðan við sitjum hérna og okkur líður svona afboðslega vel þá vesalings ljónið mitt heima í ræningjahúsinu að drepast úr hungri. Já, það er nú ekki gott. Nei. Heyrðu, vildur ekki vera svo vænt að bara handtaka það líka? Því miður er það alveg ómögulegt. Ljón eru bara ekki þannig dýr sem hægt er að handtaka. Þetta er afskaplega gott ljón. Já, ljón er ljón. Ég er hræddur að það verða að bíða út í ræningjahúsi bara að það komið tilbaka. En hann, Jesper getur kannski fengið að fara með smá vandabitahanda í hverju degi. Ég á gamla tandaði. Herru, við getum bara fyrir út og rætt. Nei, engar fleiri ránsferðir. Nei, það er rétt. Við finnum einhver ráð til að útvega mat handa ljóninu. Ég get talað við slátrarann og bakarann og gá hvort ég geti fengið kjöt og smá brauðbita handa þeim. Og geti líka vel verið að ég geti fengið smá súkkulaði fyrir þig líka. Heyrðu, vel á minnst. Ég kallaði til hann Sörins rakara til að koma hérna og klippa ykkur svolítið á raka. Herra bæjarfógeti, það er bara algjör óþarfi skal ég segja þér. Okkur líður bara ágætlega með þetta hár sem við höfum og skemmt. Jæja, hér er ég komin með greiði og busta og allt sem til það. Já, það er nákvæmt. Og hér eru okkar ágætu ræningjar. Kasper, Jesper og hann Jónatan. Þú byrjum þá klippingunum rakari góður. Á meðan fer ég út í bæ og útvega mat handa ljóninu. Kasper hefur skiptinguna hægra megin, Jesper vinstra megin og Jónatan. Ég skipti ekki neitt. Ég hef ekki gert það í mörg ár. Jæja, þá tökum við Jónatan fyrst. En ég veit að byrja á Kasper. Hann er stæðstur. Ég held að það sé bara best að byrja á Jónatan. Það er bara langt best. Alltaf er það langt best. Þetta er nú flókið í lagi. Æ! Já, það er nú ekki að fyrir þótt þú ægir. Nú klippum við flókana burt. Ég held að þeim takist þetta. Þér er óhætt að treysta okkur. Sjáðu, hann er Kasper komin upp. Bara sitjum
Nei, við verðum fyrst að slökkva eldinn. Sendum við vatnsflötur. Allir í röð. Allir í röð. Já, koma fleiri fötur. Þrefalt húrra fyrir ræningunum þremur. Húrra! 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 Þú ert svo afduglegasti slökkviliðsmaður sem ég nokkru sinni séð. Já, vel minnst að slökkviliðsmann. Það er alveg ófært að hafa ekki slökkviliðsstjóra hérna í Kaupmannahöfnarbæ. Við viljum kaffi. Við viljum kaffi. Við viljum kaffi. Já, það verður nú alveg fyrirtak. Myndið þú vilja það? Já, mér hefur alltaf okkar til þessu slökkviliðsstjóri. Já, þá er það ákveðið. Frá og með deginum í dag verður hann Kasper slökkviliðsstjóri hér í Kaupmannahöfnarbæ. Jæja, það sé ekki best að við förum aftur í fangelsi? Þið þurfið þess nú bara ekkert. Þið eruð ekki líka fangar. Þið eru bara frjálsir. Þetta segir við sem alveg frjálsir? Já, alveg frjálsir. Við getum labbað hérna til götunni eins og venjulegt fólk. Já, alveg eins og venjulegt fólk. Jú, komið piltar, þá skulum við gera það. Fáum okkur smá gönguferð. Vá, svona er það að vera eins og venjulegt fólk. Nei, Kasper, hann er út úr sofa. Já, við fyrir hérna. Nei. Það má ekki vera svo verið ekki dónalegur. Kannski er hann ekki að hóttu skapi í dag. Kæra frú Sofía, góðan daginn. Góðan daginn. Ég vona að þessi búið að fyrirgefa að hafa rættið yfir hann daginn. Einmitt. Jæja. Mér fætt hans bara vel við ykkur. Já, okkur fjall annars bara við með þig líka. Mér er ánægð. Annars hafið staðið ykkur vel í dag. Já, við getum verið, þú hefur ekki séð neitt. Við getum verið miklu öruggari. Já, sérstaklega Kasper, hann er slökkviliðsstjóri. Já, það hæfir hann vel. Já, en sko, frú Sofía, ég hef verið að hugsa þetta mikið sko, og sérstaklega í dag. Hvort að þér gætum okkur hugsað yfir að... Já, það geti ég vel. Ertu viss? Já, viss sko. Já. Hvort að þið gæti hugsað yfir að verða slökkviliðsstjóra frú? Já, ég er alveg viss um það. Ég held að það muni falla mig vel. Kasper er svíðið hugrakkur. Er það alveg viss? Já, ég er alveg viss um það, Herra Kasper. Auk þess held ég að henni Kamililli þætti ákaflega vænt að fá slökkviliðsstjóra sem fóstra. Kasper er nú sveimir heppinn. Þú mátt vel vera frænd minn líka. Afsakið ég ómeð, en já, ekki vænti ég að ykkur við þurfum að bakari hjá mér. Fólk borðar nefnilega bara svo mikið á brauði að ég bara kemst ekki í það að baka nóg handa öllum. Já, það myndi fara hún í Jónatan svo ótrúlega vel. Hún er fyrir nefnilega kökur svo ótrúlega góðar. Og ég, Jónatan að vera bakari. Ef þú vilt. Við vorum alltaf langað til þess. Ég skal borga þér góð laun og þú mátt borða þess mikið á kökum og þú mögulega getur. Frú bakari, má ég byrja strax? Það getur svo sannarlega. Ég er bara óskæð til hamingju, Jónatan. Já, til hamingju. Herru, við verðum að fara að segja herra Bastian þetta. Það verður áræðilega ánægður. Ég bið að heilsa honum. Herra Bastian, hann Jónatan er búinn að fá atvinnu. Hann er hann bakari. Já, það eru nú góða fréttir. Jeps, og þegar að herra eða frú Bastian eiga afmæli, kemur stór afmæliskveðja með kveðju frá Jónatan. Já,
en nú Kasper orðinn slökkviliðsstjóri og Jónatan orðinn bakari, en hvað var það þá mig? Já, hvað langaði þér mest að verða? Já, mig ég þori ekki að segja það. Segðu það bara, það verður kannski eitthvað ráð með það. Nei, ég þori það ekki. Segðu það bara. Já, ok, mér hefur alltaf langað til þess að vera sirkustjóri. Sirkustjóri? Það nú bara ágæti starf. Og það líka alveg synd að sé ekki sirkustjóri hérna í Kardinámbæ. Já, það skommaði. Þá það ákveðið að hann Kasper verður já. Og nú viljum við húrramarkinu okkar og allir verða að syngja með. Eins viljum við þakka Arnari Gauta fyrir alla aðstoðina